Já, góður áhorfendur. Nú eru eingöngu 20 mínútur eftir af leiktíma leiksins. Og þar til annað liðið uppsker Íslandsmeistaratitil. 2013. Og þetta búið að vera sannkölluveisla. Og ég hvet menn eindregið, við erum að bíða eftir ísnum við það í 1 til 2 mínútur. Að drífa sig nú fram og pissa. Og ná sér eitthvað gott að drekka. Því að þessi leikur geti auðveldlega endað í framlengingu og þá er engin tími það á eftir. Og ómögulegt að segja hvort liðið ber sigur úr vítum. Já, þetta er hnífjamt. Nánast jamt í skotum í báðum lotunum, fyrstu 2. Og við erum komin í 3. lotu sem er 20 mínútur. Og að öllu óbreyttu verður annað liði krýnt Íslandsmeistara þeim tíma liðnum. Ef ekki þá lendum við í framlengingu. Og þessi leikir hafa líka endað í vítakeppni. Þannig að það er allt í boði ennþá. Ég sé hérna að Birkir Árnason er honum eitthvað slasaður kallinn. Hefur dregið sig út. Það er ekki að spila með bindinum. Liðstjóri Bjarnarins er Richard Tantinen og hinum megin er það Leifur Ólafsson og Sæmundur Leifsson. Já, Gústi, það er erfitt að spá þetta. Já, Björnin, hann er ekki skriðinn í hýði ennþá. Því geti lofaðir. Þeir koma ábyggla dýruvillisir inn núna. Nei. Og ég held er í eitthvað tromp upp í erminni. Spurning hvað þeir hafa verið að... En Víkingarnir eru með eina ör í lendina á honum í augnablikinu. En ég held að Björnin komi dýruvillisir inn í þessa lotu og jafni þetta, ég spái því. En mér sýnist inn á blaði hjá mér að Lars Fóter er markahæsti maður Íslandsmótsins. Hann á að vera með 16 mörk í 15 leikjum. Gríðarlega öflugur drengur. Já, ef Björnin lætur pökkinn ganga hratt á milli sín, þá eiga eftir að setja hann og Sergei eftir að týna sér og byrtast á fjárstöng inn í slottið og setja hann. En þetta byggist á upp á því að láti pökkinn ganga. Því SA-menn eru mættir leið á þá. Já. SA hefur verið að standa sig í eins og við köllum fortcheckið. Það er að segja að þeir sækja djúpt á það og ná að Björnin næri ekki að byggja upp almennilega sókn. Þeir ná pressunni þar niðri. Sóknarmenn SA hafa gert þetta. Og þannig að pökkurinn hjá Byrninum hefur aldrei drifið alveglega aftur að varnarmönnum SA. Og þar hefur Ingþór Árnason verið aðalsæringamadurinn. Og þegar að SA-menn fortjekka svona vel inn í sóknarsvæðinu sínu, þá standa varnarmennirnir betur á bláu línunni og halda pökknum betur inni. Já, það gefur þeim svona hrikalega sjálfstraust. Menn koma hálf skjálfandi á þá. Já, sóknirnar hafa verið langar. Og þá erum við komin með Superman hérna í tæki til að hvetja áhorfendur áfram. Gaman að sjá svona marga í höllinni, Gústi. Já, þetta er bara alveg tróðafull höll. Hvað heldur að Ingvar hafi lagt fyrir sína menn? Það er bara berjast til síðasta blóðdropa. Það má þess geta Simmi Bóndason og fékk kolhráa Rossalund. Og ég finnst blóðið ennþá vætt um minnvökinum á honum. Já, Gústi Bóndi fóðraði Tengdasoni vel í gærkvöldi. Þannig að þeir eru klárir í parta. Það var að deyfa ljósin í eldhúsinu til hann geti étið þetta. Já, þá var það komið til skila. En leikurinn er það byrja að hefjast. Við erum rétt að bíða eftir að ísinn þotni. Og í mynd sjáum við Ómar Smára Skúlason sem hefur verið hrikalega heitur í kvöld. Dómararnir hafa verið að dæma þennan leik bara mjög vel. Helgi Páll og Ólafur Ragnar ásamt línudómurinn sem hafa staðið sína plikt. Akkurat, mjög vel dæmt. Öll úrslitarimman hefur verið mjög vel dæmt. Það voru alltaf verið að brjála í áhorfendastúkunni. Kaptinn, fantastik. Það lítur að vera Andri Már Mikaelsson, kaptinn SA-manna. Akkurat. Og þarna heyrir þið í norðlensku áhorfendunum. Mjölnismenn og fleiri er
að peppa sína menn upp hérna. Já, það hefur verið að pressa. Maður sér það rísa hárin gjössanlega á SA-strákunum hérna. Það hefur verið að krefja SA-menn til að berjast til síðasta blóðdropa eins og þeir farið til Valhallar á eftir. Það sem enginn morgundagurinn og spilað íshokkí endalaust. Það allt brjálað hérna. Og dómarar leiksins, Ólafur Ragnar og Helgi Páll, kalla. SA Víkingar virðast klárir í þetta móti byrninum. Já. Liðin byrja 5-5, það enginn í boxinu. Sergej Sak tilbúinn í uppkasti á móti Sigga Sig. Já. Leikurinn er hafinn. Það bara svo Siggi Sig hafi verið að æfa uppköst heim í stofu með Guggu sinni. Bjössi yfir að steppa, Bjössi dömbar honum fram. Róbert Pálsson tekur hann. Siggi pressar Róbert. Og sjáu þið djúpu pressuna, Stefán Hrafnsson. Daniel Kólar byrjar að bera pökkinn upp og þetta vandræðagangur. Stefán Hrafnsson sendir hann fyrir og Sigurður Sveinn Sigurðsson nær ekki skotinu. En þarna sjáu þið þetta. SA voru mikið grimmari og Björni var hreinlega steinsofandi þarna inn í hýðinu. Það var gríðarlega misheppnuð sending á byrninum þarna inn í slottið sem SA-menn voru nærri búin að skora úr. Og Björnin er hreinlega ekki mættur í þessa lotu hérna. Jói Leifs tekur skotið. Jói hamrar hann yfir. Í Bjarnamann og upp í netið. Já. En Björnin ætlar að byrja þessa lotu steinsofandi. Og þú hleypir Stefán í stríðsmanni ekkert í færi. Þá setur hann pökkinn. Skaut hann í kylfu og hitt ekki alveg. SA Víkingar eru greinilega ekki með slíðraðan atgerinn. Þeir eru klárir í það. Þetta er klart. Úlfar Andrésson. Og Jóhann Leifsson. Úlfar hefur betur. En Andri Sverris vinnur hann. Andri Mikkals með hann hérna hægra megin. Sendir hann á Andra Mikkals bak við. Andra Sverris já. Úlfar er með hann. Kemur honum út. Eymar Gæsak byrjar að pera pökkinu. En Jóhann Már Leifsson. Þetta er kallað back-tjekka. Þegar þú hjálpar, þegar sendirinn hjálpar varnarmönnunum. Og Jóhann Már Leifsson. Eymar Gæsak hár með kylfuna hérna. Slæri í andliti á Jóhann Leifs en ekkert enda á þetta. Þarna mætti flagglínan múrsteininum. Og uppkast. Ingvar Jónsson. Þarna með pökkinn. Setur hann út fyrir bláu. Svona á að gera, svona á að taka varnarleikinn. Senda hann í ramman út þegar undir mikilli pressu og engan mann til að gefa á. Sigmundur ber hann hérna á stömbarunum inn í hornið þar sem Gummi var klári að spýta sér inn og Gummi, Ingvar tekur á við hann við bláu. Sjáu þið, Ingvar missar hann út fyrir. Og sending, Mattias reynir sendingu hann yfir. Bjarnamenn virðast ekki ná að spila saman. SA-menn virðast vera mættir alveg hérna. Og sjáu þið þetta, Sigurður vinnur pökkinn yfir á Ingvar. SA-menn miklu grimmari í uppfæðileiks hérna þriðju lotu. Það virðist ekki að ganga að vera með þetta einspil. Þeir eru verið að Bjarnamenn verið að spila pökknum eða verið að jafna leikinn. Já. Lars Fóter. Hann byggir upp sókn fyrir SA. Sending. Hjörtur grípur hann frá Lars. Og hættulegt skot og Ómar Smári fristir pökkinn. Já, Gústi, þetta er algjör hockey veisla hérna. Já, þetta er gríðalegt. SA-menn búin að vera miklu gráður á markið en Björni þarf að bara spila pökknum, þá kemur þetta hjá þeim. Við lýsum eftir Daniel Kólar og Sergej Sak. Þeir eru menninni sem geta klárað svona leik fyrir Björnin. Lars sendir hann þvert yfir á Sigga á hægri kantinn. Siggi fer inn í hornið. Pökkurinn laus, Bjarnamenn spila honum út á varnarsvæðinu. Sergej Sak yfir á Hjört og Bjössi sendir hann yfir á Lars. Lars ber hann upp. Lars Fóter hleður í skotið og það fer upp í stúku. Það fer yfir öryggisnetið og upp í stúku. Þetta fór í varnarmann Bjarna eins og út fyrir. Fast skot hjá Lars Fóter. Skotfastu mjög. Hann tók séns á að setja hann þarna. Það voru tveir Bjarnamenn sem skýðu á markmanninn. Voru við það að rota einn í heiðustúku SA þarna. Og Jóhann Már Leifsson er að vinna pökkinn. David finnur hann svo. Úlfar Andrésson fyrir Björnin. Andri Már Mikkelsson. Andri er með hann við ramman hérna, sendir hann yfir á... Sjáu þið baráttuna.
Ingþór leggur í hann. Og sjáu þennan dreng, sjáu hvað hann fylgir vel á eftir. Og Smyran, vinnur hann. Ofsalega vinnusamur. Björni leggur í sókn, 2-3. Brynjar með hann. Og Hilmar nær ekki alveg til hans. Hilmar blokkar hann flott þarna við ramman á hann. Og Brynjar nær að stela honum en Guðmundur kemst inn í þá sendingu. Sigur Reynisson kemur honum yfir bláu, tekur hann að gríðalegt triks og skottamarkið rétt fram hjá. Það væri gaman að sjá þetta aftur og eftir að hann tók hann á hné sýndist mér hann tók hann ekki á mjög. Ef að Gústi klippar ekki gjörsamlega sofnaði fram á takkaborðið. Það hefði átt að vera brot á ef það er þannig. Gummi sendir hann bak við markið. Stefán Hrafnsson á að pikka hann upp hann Mattias í baráttunni fyrir Björnin. Og Kólarinn. Þeir dömpa honum út fyrir Ingvar með hann á eigin vallarhelmingi. Ingvar leggur í hann og dömpar hann inn í hornið. Lúmskott hjá Ingvari. Hver kemst hann inn í? Fallur. Skilur hann eftir. Fallegt. Mattias skott á markið. Og Mattias yfir að fall. Og Róbert pikkar hann upp fyrir Björnin. Fallur ennþá með hann. Sendir út í slotti og skott. En náði ekki neinu krafti hann að Róbert Pálsson. Björnin að pressa núna vel á þessa menn. Og Ingvar losar hann. Þetta var mjög flott hjá Ingvar að losa hann út úr varnarsvæðinu. Og sjáu pressuna Lars Fóter. Skautar hann að, lendir á Róbert og Stefán Stríðsmaður Hrafnsson með hann, Lars Fóter. Lars með hann bak við markið. Lars nær ekki að vinna pökkinn. Og það var Ingþór sem stoppaði þennan pökk. En Róbert heldur honum fyrir Björnin, sendir hann, ekki nógu góð sending. Orri Blöndal kemst inn í hann en Sergei Sack heldur pökkinum. Og gleymum því ekki að staðan er 1-1, 15 mínútur eftir þessum leik. Þarna voru SA-manni hefnir, Sergei sendi hann yfir Kilvu hjá SA-manni og Bjarnamaður rétt með staðunum. Og Jóhann Leifsson ber hann upp og hótarskoti hætti við. Jói fer allar leið þarna, sendir á Andra Már Mikaelsson sem hleður í skotið. Pökkurinn laus og Snorri Sigurbergsson fristir pökkinn. Markið hefur reyfst. Markið aðeins verða á stað. Skotin ennþá í þessari lotu þegar 14 mínútur og 44 sekúndur eftir. 4-3. SA í vil. En liðin hafa greinilega að róa sig líka aðeins, Gústi. Þau eru ekki að brjóta eins af sér. Siggi Reynis reyndi þarna skot. Lúmskot. Björnin tekur hann út fyrir. Sendir hann inn í hornið á SA-mönnum. Og Gummi ber hann út fyrir, sendir hann áfram upp. Guðmundur en Úlfar Andrisson vinnur hann fyrir Björnin. Sendir hann yfir á Ísak. Lélegt! Brynjar Bergmann. Þetta er fúlasta brot sem hægt er að gera. Sparkar hann aftan í löppin á Sigurðssyni. Daprara verður það ekki. Hilmar sendir hann fram á Steppa. Steppi vinnur sér færi. Og Stefán Hrafnsson, Lars Fóter. Og skot! Og Lars er búinn að skora! Gríðarlega flott sending! Já, Lars Fóter! 13 mínútur og 57 sekundur eftir að Lars Fóter smirar í samskipti fyrir SA! Þetta byrjaði allt með snildar sendingur á Hilmari Leifsinni hérna upp ramman sem Steppi hirti upp og bar inn fyrir inn í sóknarsvæðið og sett hann á Lars. Skautafélag Akureyrar í þriðju lotu í 5. úrslitaleik komið í 2-0 og aðeins 13 mínútur rúmar eftir að þessum leik. Þar hélt að Lars ætla aldrei að klára skotið, hann beið og beið. Setti markmanninn algjörlega í jafnvægi. Lars Fóter er langmarkaðastur á mótinu. Veit ekki betur sem komið 17 mörk. Bjarnamenn losa hann í æsing. Já, Björnin í stórvandræðum. Það er bannað að losa hann úr varnarsvæðinu og upp allan völlinn. Þá er dæmt uppkast á þeim vallarhelmingi sem pökkurinn er losaður. Já. Þannig að þýðir ekki að spila svona nauðvörn. Og sjáu baráttuna í SA í þessa stundina. Þeir eru mikið ferskari í þriðju lotu. Skot á marki, Snorri ver og sending. Og Jói með hann. Jói sendir hún að Andra. Og sjáu þeir ætla bara að geta gefa pökkinn frá sér. Andri Mikaels vinnur pökkinn á Jóhann yfir á. Og Siggi reynist eftir þarna.
Nei, þetta er Andri Sverris fyrirgefið. Þetta var gríðarleg sókn. Þetta var bara heimsmæli hvarða þessi sókn. Já. Það þarf örugglega að fara að redda hjartastutæki hérna fyrir lýsendunar. Þetta var bara eins og í NHL. Simmi Bóndasonur brýtur þessa stókn niður. Róbert Pálsson reynir að koma á mót. Þeir forteka vel hérna. Já, hrikaleg riffrapp úr upplínan. Steinar Grettis vinnur pökkinn á bláu og skýtur. Og það er heiðustúkan sem var alltaf pressar, hættu. Simmi hirðir hann fyrir framan Bjarnamennarna, fyrstur inn í hornið. Siggi Reynis. En inn í þetta kemst Ólafur Hrafn og sendir hann út og losar pressuna á næstskiptingu. Hermann eftir pökkinn, Ingvar losar hann fram, en beint á Ólaf sem fer inn í varnarsvæðið. Siggi sig reddar þessu. Andri, snæri skotinu en missunat. Simmi blokkerar skotið. Siggi Átna sendir hann yfir á Andra, sem sendir hann inn. Hermann losar hann út úr varnarsvæði SA-manna. Þetta er gríðarlega mikið svona. Björnin á engi svör við þessu. Hann er með 2 örvar í bakkinu. Orri Blöndal sendir hann yfir á Lars. Lars ber hann upp. Lars fer sjálfur yfir bláu. Offside, rangstaða. Aðeins og seinna konum við bláu þegar Steppi Hrafs var klár með honum hinum einn. Lars tók hann að smá skrens og Steppi var á mikill í ferð. Ég skal segja ykkur það. 12 mínútur eftir þessum leik. Hvorugt liðið fengi á sig refsingu í 3. lotu. En Björnin er hreinlega ekki mættur í 3. lotu. Bjössi dömpar hann inn í hornið. Markmaðurinn stoppar það hjá bindinum. Kóla með hann fyrir aftan markið. Og Daniel Kólarinn er byggja upp sókn. Sjáu Lars fótinn Lars tekur hirðir á pökkinn. honum pökkinn fyrir aftan markið. Kólarinn er heitlum horfið þarna. Smyrja hann að danske smöribóð. Yeah. Orri, þeir ná hann ekki út. Orri stendur bláu línuna. Tækling hérna hjá þjálfara Bjarnarins. Siggi sig hirðir hann þarna. Deimak Æsak og skot á mark. Já, það er dæmt á þetta. Röffing á Deimak Æsak. Vonlaust brot hjá honum og ekki til fyrirmynda fyrir sína leikmenn. Kýldi hann í andlitið á Orra Blöndal sem er helmingi hressar á eftir. Stóð þetta af sér. Björnin í millum vandræðum. Verða færri næstu 2 mínúturnar. Orri Blöndal lætur þetta ekkert hafa sig á. Hann er eins og Ríkharður Ljónshjarta þarna, rauð skeggjaður og ber sig vel. Jep. Lítur ekkert á hann. Og þessa heldur áfram hérna. Björn. Yfir á Andra. Yfir á Björn. Björn með skot. Þessi var Andri alveg. Mikaels vinnur hann í horninu yfir á Andra Sverris. Andri Sverris með það fyrir aftan markið. Alveg easy bara. Og Þetta er ná Andra Mikaels. Andri Mikaels. Andra Andri spilar Sverrisson. Hann leitar að manni. Þeir eru að hreyfa pökkinn aðeins meira. Yfir á Orra Blöndal. Og Orri Blöndal skýtur með headhunter. Svolítið hár pökkur. Sóknin heldur áfram. SA-menn eru að gera þetta mjög vel. Og Andri Mikaels. Klára þetta satt með skoti. Orri aftur með hrikalega flott skot. Vel varið. Gríðarlega vel varið þarna. Allt orðið vitlaust í höllinni. 10 mínútur og 41 sekúndur eftir. SA heldur Siggi þessum Reynis leik. með pökkinn. Sendir hann yfir á Í heljar Björn Má. greipum. Björn Má með hann á bláu línunni og Og dömpar hann Björn inn á með markið. eina pizzuveislu þarna. Þetta var- Alveg gjössalega flatur pökkur sem að rétt strauk hanskan hjá Snorra. Þetta var vel gert hjá Bjössa að setja hann svona inn á markið. Það bara vantaði að SA-maður kæmi og blokkeraði markmanninn. Akkurat. Þá er þessi skot stórhættuleg. Og það er Ingvar Jónsson, en Úlfar Andrisson kemst inn í 2 hendur á í 2, Björnin. Björnin kemur í sókn, 2 á 2. Úlli, en þetta er frekar máttlust skot hjá honum. SA-menn gerði það skynsamlega. Spila pökknum í ramman og fram. En ekki upp miðjuna sem hætta er á að missa hann. Sigurður Sveinn Sigurðsson yfir á Lars Fóter. Lars ber hann yfir bláu línuna. Og Yfir á Jóa Leifs. Jói Leifs heldur pekkinum. Tekur hana tæklingu. Já. Þetta var loðið á binna þarna Já, Jóa. já. Og Sigurður Sveinn Sigurðsson og Lars Fóter með sendingu yfir á Stefán Rásson sem skýtur í stöngina. Þetta var gríðarlega flott sókn og yfir. Hrikalega flott hjá Steppa. Rétt fram hjá stönginni. Og Lars Eigingert hann að senda pökkinn. Hefði getað skotið sjálfur en Ólafur kemst inn í þetta fyrir Björnin. 1 á 1 og Ingvar er skotið. Góð blokkering á Ingvari. Þvílík Jói Leifs spilamennska. ber hann inn í sóknarsvæði, kominn inn á marki. Og Jói heldur honum.
En hvað? Pökkurinn þarna, smá darraðna sér aftur á markið. Og dæm. Og handpass, segir Helgi Páll Þórisson, sem hefur haft þennan leik í heljargreipum. Það sleppur enginn fram hjá Arnar augum hans. Gera neitt af sér. Vel dæmdur leikur, frábært mót hjá þessum dómurum. Búin að standa sig gríðarlega vel allt mótið, Gústi. Þeir eru með hann heita leik alveg í höndu sér. Björni vinnur þetta uppkast. Daniel Kólar. Og þeir eru að detti. Essa vinnur pökkinu leið. Andri Mikaels kominn hann inn á marki. Það er að slá honum yfir Andra Sverris. Sem ætlaði að senda tilbaka en var stoppað af Bjarnamanni. Og sjáið Ingþór heldur þessum pökki fyrir innan. Þeir standa vel á bláu línuna, halda pökknum fyrir innan. Björnin kemur ekki pökknum út úr varnarsvæðinu sínu. Ríkalega þétt vörnin hjá Essa. Og sjáu Ingþór heldur honum ennþá fyrir innan. Og enn pökkurinn inn í... Sending yfir að Sigga Reyni sem tekur á sér tæklingu. Og Hilmar Leifsson róar þetta niður. Ingþór hreinsar hann inn og nær skiptingu. Skot á markið hérna. Björnin lendir núna aðeins í því að elta Essa-mennina. Þeir eru ekki nógu að nálagt þeim. Þeir eyða allri sinni orku í að elta. Það er líka gríðarlega erfitt ef þú ert á langt frá leikmönnunum. Björnin er bara útihátíð í Atlavík sko. Þeir eru ekkert mættir. Kólar losa pökkinn yfir á Gunnar Guðmunds. Þeir eru enn í varnarsvæðinu sínu Björnin. Daniel Kólar. Sending. Og hún er slök að vanda. Það gengur ekkert upp á Björninu þessa stundina. Orri Blöndal vinnur pökkinn á varnarsvæðinu. Sendir hann. Lars Fóter yfir á Steinar Grettis. Og Steinar ennþá í þessum pökkinn. Stelur honum. Steindór stelur honum. Skotið. Það er sendinguna. Og Róbert þarna fyrir Björnin. En það er bara einn maður að sækja inn en það er góðu skotið samt. Orri Blöndal tæklar hann rosalega. Ljót tækling hérna. Þetta var samt lögleg tækling. Róbert Pálsson, ég sá þetta ekki almennilega. Það spurning hvort að Gústi tæknimaður á þessa aftur fyrir okkur. Þetta var lögleg tækling, hann tekur hann bara í öxlina. Já, ég sá þetta ekki. Alltaf slæmt samt þegar menn meiðast. Já, það er ömurlegt, en Róbert hann var ekki klár í tæklinguna. Hann stendur í fótinn þannig að hann er að senda pökkinn þegar tæklingin kemur. Já. En hann sá orralið koma, hann vissi á honum. Já. Það er spurning hvort að Björnin er alveg búinn að svæfa Gústa tæknimann líka, nei. Það verður gaman að sjá þetta í endursýningu. Já. En Essa komið hrikalega öflugur inn í þessa þriðju lotu í 5. úrslitaleik. Og þeir eru 7 mínútum og 38 sekúndur frá því að landa sínum 16. Íslandsmeistaratitli. Já, það er gríðarleg vinnusemi í Essa-liðinu. Ég geti bara tekið á hvert sem kaupamann í sveitiminn sýnist mér. Þeir eru það duglegir hérna. Gleymum því ekki enginn að lífa sér. Að Essa er frægt fyrir að fara Fjallabaksli sigri að titlinum. Tapa 2 og koma svo tilbaka jafnvel. Aðeins stopp hérna Róbert Pálsson. Róbert Pálsson fekk tækling frá Orra Blöndal hérna. Liggur óvígur eftir. Já, ég grunna hann hafi lent illa í rammanum. Já, Róbert búinn að vera rosalega seigur og góður leikmaður fyrir Björnin. Þeirra besti maður í síðustu 2 leikjum. Slæmt ef að hann stendur ekki upp úr þessu. Þetta kemur hreyfing á þetta. Og Róbert stendur upp. Já. Þetta er hörku í axl. Hann hefur fengið slæmt högg þarna á nikk á bakið. Áhorfendur gefa honum gott klapp. Já. Alltaf leiðilegt þegar svona skeður. Og þá er leikurinn að hefjast aftur. Uppkastið rétt fyrir utan sóknarsvæði Bjarnarins. Þeir manga æsa hver í uppkastið fyrir Björnin.
Pökkurinn fer inn í sóknarsvæði Bjarnarins. Lúmsku pökkur sem fór af Hermann Knút og rétt yfir markið. Ingvar losar hann framman, vel gert. Simmi sendir hann áfram út. Siggi Átna stoppar hann. Simmi leggur af stað, þeir út fyrir bláu með hann. Nei, hann mistekst. En Hermann sendir hann áfram út. Já. Það er æsing á Essa. Skautar Akureyrar. Essa finnst mér vera gera betri hluti í vörninu núna með að koma pöknum út fyrir. Þeir eru að fara upp ramman í staðinn fyrir að lenda á hættusvæði sem er inn á miðjunni. Já, það er spurning hvort að Björnin hafi fengið tíma til að anda. Ingvar yfir á Gumma, Kólar taklaði Gumma sem stendur út af sér. Já, Stálmúsin og Sigmundur Bóndason stelur pökkinum og setur pökkin undir Snorra Sigmundsson og Snorri leggst á hann. Þarna var heikvíslinn ekki alveg nógu vel brýnt hjá Bóndasyninum. Þetta var gríðarlega flott sókn hjá Simma. Alveg hrikalega. Og þarna var bara Hrossalundin gjössanlega komin alveg langt inn í miltað á honum. Já, hún var að skila sig þarna í kraftinum. Já, það var blár reykur úr pústin á kallinum. Simmi stakkaði þarna en að markmaður var þetta með þvílíkri snilld. Já, vel gert. Snorri Sigurbjörnsson heldur byttunum vel inn í þessum leik. Sergei sendir hann út úr varnarsvæðinu. Og Ingþór Árnason með skot frá rauðulínunni. Þessi ungi leikmaður verið besti leikmaður Essa í þessum leik af öllum öðrum ólöstuðum. Hann stígur rosalega flott upp. Alveg hrikalega. Gaman að sjá hvað hann er duglegur að standa bláu línuna. Það eru tveir menn sem bera á ísnum, Snorri Sigurbjörnsson í marki Bjarnarins og þessi maður Ingþór Árnason. Og Andri Sverrisson með pökkinn fyrir Essa inn í sóknarsvæðinu með sendingu. Og hver stilar honum? Andri Mikaelsson kemur á markið. Og Ingþór Árnason heldur honum inni. Gríðarlega gaman sjá hvað Ingþór stendur bláu línuna vel. Það gerir það verkum að það virðist vera endalaus sókninni á Essa-mönnum. Já, Falur ber hann upp. Út úr varnarsvæðinu sínu bílinni. 6 mínútur, 13 sekúndur eftir að þriðja leikluta. Essa 2-0 yfir og nú þarf Björnin að fara að sýna klærnar, Gústi. Já, það er Essa Víkingar eru gengnir í Víking, það er alveg greinilegt. Já. Þvílík barátta. Og þarna missir Daniel Kólar pökkinn. Kólar dömpar honum á langt inn á eigin inn í varnarsvæðið. Já. Björn er inn að byggja upp sókn. David Ísak sendir hann inn í horni á Essa-menn sem hirða bara upp pökkinn. Já. Orri Blönda bara losar hann. Þetta er gríðarlega flott. Lars Fóter speglar honum út fyrir út úr varnarsvæðinu. Og Siggi heldur pressunni. Steinar Grettis mætir. Brynjar kemur honum inn fyrir Björni. Björn blokkar af Brynjar. Og Úlfar Andrésson. En Lars Fóter kemst inn í það. Ísak með hann alltaf í mark Essa-manna. Og Steindór með slappa sendingu þarna. Steinar Grettis stilur pökkinn og Lars Fóter. Dömpar honum á Lars. Og Lars Fóter! Hann er gjörsamlega búinn að setja majónes á Björnin. Ekkert svarja. En sástu sendinguna hjá Steinari Grettis, hann setti bara dömpaði lausum milli tveggja varnarmanna, dömpaði lausum bara pökki sem var í lautatúr og Lars kom bara þarna, hirti pökkinn og afgreitt hann með einföldu skoti út við stöng. Vel gert hjá Steinari Grettisinni með lúmska sendingin á Lars Fóter sem er búinn að löðra majónesi yfir Björnin og setur í 3-0 og það er einhverjum 5 mínútur 23 sekúndur eftir af þessum leik. Og Essa-menn eru dýrvitlausir áfram. Þeir eru gjörsamlega brjálaðir. Þeir eru alveg brjálaðir. Bjarnamenn bara ná alla tökum á pökknum. Sjáu þessa baráttu. Þeir ná honum ekki út úr varnarsvæðinu sínu. Erum við að fylgjast með þessu? Það ratar engin sending á réttan mann hjá byrninum, ekki einu sinni á Sergei í augnablikinu. Björnin er bara í rándýrri kennslustund hérna. Þeir eru heillum horfið, það vantar í á minni skortinn. Sendir yfir á Andra Sverris sem missir hann úr skautanum. Hjörtur er komin í færi, núna þetta er hættulegt. Sergei setur hann rétt frá þeim stönginni. Björnin á ennþá möguleika, það eru 4 mínútur eftir. Það skeiði margt á 4 mínútum. Akkurat.
SA með mega bara ekki gleyma sér. Ingþór Árnason ber hann inn fyrir SA. Ingþór með hann inn í horninu. Hleypur hann að hvern mannin að Andri Már fætur með hann þeim yfir á á Jóa sem Jói. tekur skotið. Og Gunni Guðmunds blokkar á Gunni Guðmunds skotið kemst og inn í leggur í þetta. hann. og skot á markið. Vel skotið hjá Gunnari. Þetta var vel gert hjá Gunnar hvernig hann skildi pöknu fyrir Jóa Leifs. Já, en Ómar Smári ískaldur hefur Jói ekki Leifs séð. kemur hérna upp völlinn, komin inn í sóknarsvæðið. Og þá er það fallur yfir á Gunnar. Og Gunnar. Aðeins eina lífsmark Bjarnarins þessa stundina. Gunnar Guðmundsson reyndi hérna lúmst Daniel Kólar. Og Ómar Smári ver. Pökkurinn út fyrir Siggi Siggi með hann. Sig. Reysar hann á Stefán Strísmann. Og Steppi með Dömpar fallega mjög hraðar. sendingu yfir á Lars Fótið. sem skorar. Þetta var Leikurinn er glæsilegt. gjörsamlega úti fyrir Björnin. Það má Þetta er segja bara- það. Það er gjörsamlega búið að flá hann hérna. Ég skal segja ykkur það. 4-0, 1000 manns í stúkunni. Og hérna er gjafmildin í fyrirrúmi. Menn eru komnir í færi en spila á félaga sinn. Svona á að gera þetta. Og Lars Fót er að setja þriðja markið sitt í þessari lotu. Ég skal segja ykkur það. 4-0 og 3:40 eftir. Þvílíkur leikur hérna. Og það sást á SA vel í fyrstu lotu að þeir voru ekki að gefa þetta neitt hérna á heimavelli. Sjáið þið Það er baráttunni ennþá pressað. í rauðu stríðsmannunum. Þvílíkur leikur Gústi Bóndi. Því líkur leikur og þeir eru ekki hættir. Þeir bara halda áfram að pressa á. Ef að menn þurfi ekki að fara að fá áfallahjálp heim í stofu. Þetta er frábær skemmtun. Þetta er held ég bara flottasti leikur sem ég séð í mörg ár og sérstaklega Bara þær síðustu loturnar. Á, Gústi Bóndi. Panikið er farið úr SA-mönnum og þeir eru leika á allsótti hérna. Gjörsamlega. Þeir spila þetta eins og sá sem hefur valdið. Já, ég sagði ykkur áðan að vera búinn að pissa fyrir lotuna. Og þetta er búið að vera stórskota sýning hérna hjá SA. Þetta er búið að vera rosalegt. Þvílíkt. Andri Sverris fer með hann út fyrir bláu línuna, sendir á Andra Mikael sem dömpar honum inn. Menn eru bara ekkert mættir á myndinu með þá. Björnin er eins og hann sé bara lagstur í dvala. Þeir telja sig greinilega bara sigraða sýnist mér. Sergei fellur nú bara hérna sjálfum sér nú í ísnum. Já. Alveg gjörsamlega Ingþór burðarliðir. vinnur þetta hérna. Þvílíkur leikur. Þeir bara halda áfram að tækla til að leika sér. Ólafur Ragnar, dómur. Liðsmaður nummer 25, Sigurður Árnason. Fær á sig dóm. Og leikmaður nummer 5. Nei, fyrirgefið. Þetta er leikmaður nummer 5 hjá SA. Hann braut á Sigurði Árnassyni, fyrirgefið. Besti maður SA kominn í boxið. Og Björnin á samt ekki möguleika. Löður sveittur feldi frá flaumur blóðs í æðum. Spyrnir skautum ísnum á. Kapp í sigurhæðum. Það er nákvæmlega svona sem þetta er gert. Allt hreinræktað úr innbænum hérna. Og sjáið þetta. Ómar grípur hann. Ómar Smári. 2 mínútur og 20 sekundur eftir. Þeir eru búin að víggirða fyrir fram á markið. SA-menn. Gjörsamlega. Þeir komast ekkert inn að marki. Þeir koma pöknum ekki inn að marki. Nei. Þvílíkt að SA búin að spila Hermann sem losa einn pökkinn. maður. Og þeir eru að skjóta á markið hérna úr sínum varnarsvæði. SA er að losa núna, já. Andri Mikael losa hann bara upp. Lars Fót er að pressa. Og Brynjar kemur Brynjar. hérna inn og Ingvar mætir honum. Brynjar ber hann inn. Björnir er að stilla upp í powerplayið. Þeir eru einu Björn. fleiri og þeir eru gjössan út á þekjuna. Leikmenn Bjarnarins. Gjössan út á þekju. Þeir bara ná ekki að stilla upp í sóknarsvæðinu í Björnin. Sendingarnar er ekki nálægt þeim. Einn maður sem reyndi skotin er ekki skot einu sinni á á markið og markið. þröngu færi, þannig að
Þetta búið, sýnist mér. Já, því miður fyrir Björnin sem hefur átt hetjulega baráttu allt mótið. Biðdómur af Björnin. Jóhann Leifsson reynir að komast fram hjá Dave McIsaac. Og Dave McIsaac á engi svör. Hann tók þarna fína tæklingu, Jó ætlaði að fíbla hann. Já, Brynjar Bergmann á leiðinni í boxi fyrir Björnin. Sá nú ekki hvað hann gerði. En skautafélag Akureyrar á góðri leið með að landa sínu 16. titli. Og það sást strax í fyrstu lotu að þeir voru klárir í þennan leik. Þeir mættu, eru búin að fortjekka allan tíman. Pressa gríðarlega og Björnin hefur aldrei náð einni almennilegri sókn í þetta. Nei, það er eins og þessa liði sé útals betra. Já, sem að sést líka á því að Björnin er ekki búinn að skora marka en þá í þessum leik. En úttaldi byggist á því að menn taki hraðar skiptingar Og því að spila bara sjáið innan við 1 mínútu í einu. Björn Már með skot á markið eftir góða sendingur á Sigurði Sveini Sigurðssyni. Orri Blöndal hirðir upp pökkinn, Falur eftir hann. Orri sendir hann bara yfir á Björn Má. Björn Má dömpar hann hérna yfir. Þessi leikur að renna út hérna, Blasfóter, síðasta sending yfir. Og þarna er Hafþór. Ungur leikmaður Hafþór Andri Sigurðsson mættur inn á. Menn er að safna í sarpinn fyrir næstu úrslitakeppni 2014. En SA, skautafélag Akureyrar, er hér að landa sínum 16. titli. Það eru hreinar línur. 20 sekúndur eftir að leiknum. Þeir eru komnir með yngri leikmenn inn frá sem er að gefa sénsinn. Áhorfnandi farnir að kyrja sigursöng. Ingvar Þór Jónsson, þjálfari liðsins og spilandi leikmaður, búinn að vera frábær, stillti sína menn. 5, 4, 3, 2, 1. SA skautafélag Akureyrar Íslandsmeistari 2013. Að brjótast út gríðarleg fagnaðarlæti hérna. Ríkalega vel að titlinu komnir. Björnin veitti mjög flotta baráttu og átti mjög góðan alveg jafna möguleika á þessum titli. Björnin hefur sýnt frábæra spilamennsku í öllu mótinu en SA voru einfaldlega of stórt númer þetta kvöldið, þetta miðvikudagskvöld hérna á Akureyri. Enda engin smá stúka á bakvið strákana. Og þetta er rosalegt. Ég veit að Gústi tæknimaður, þó hann hafi ekki verið vakandi allan tíman, þá ætlar hann að reyna að sýna okkur baráttu myndband sem var búið til fyrir skautafélag Akureyrar hér á eftir þessum leik. Þannig ég hvet áhorfendur til að fara ekki frá skjánum. Og gleymum því ekki, þetta er allt í beinni útsendingu á bestu sjónvarpsstöð Íslands N4. Takkast leikmenni í hendur, þakka fyrir leikinn. Já, þetta er stórkostleg stund hjá SA. Gleymum því ekki, þeir komust ekki í úrslitin í fyrra. En þá sjáum á, þá eru SA-menn fúlskeggjaðir. Átt að safna skeggi. Víkingarnir vel að titlinum komnir. Þvílík barátta, börðust þeim einn maður, menn leiksins, Snorri Sigurbjörnsson hjá bindinu og Ingþór Árnason hjá skautafélagi Akureyrar að öllum öðrum ólöstuðum í báðum liðum. Og mér sýnist að vera formaður Íshokkísambands Íslands, Viðar Garðarsson, sem ætlar að sæma skautafélagi Akureyrar Íslandsmeistara bikarnum. Bikarinn er kominn heim aftur, þar sem hann var búinn til og á að vera. Gústi bóndi. Já, það má eiginlega kannski orða það þannig. Já, þú hefur kysst hennar nokkru sinnum. Já. Nú sjáum við brjótast þennan út gullfallega gríðarleg bikar. fagnaðarlæti í stúkunni. Já, þetta er æðislegt. Ég geti trúið að einhverju eiginkonu verið fegnar, þá hefur kannski skaðið vanga eftir kvöldið. Já. En ekki einhverja lúsuga skeggrót. Nákvæmlega. Já, hérna. Það er Vitti Garðars. Sem að er að sæma Björnin. Setur silfurmedalíu á Björnin.
Frábæri leikmenn Bjarnarins stóðu vel í SA og þessir 4 leikir sem á undan fóru voru hnífjafnir og unnust á 1 marki. Þannig að það hvergi nærri sagt að segja það að SA hafi neitt bustað þessa úrslitakefni. Nei, Björni stóð vel fyrir sínu. Mjög vel. Virkilega flott spilamennska hjá þeim og þeir eru komin frábært lið. Þeir eiga heiðurskilið, þeir eru góða baráttu. Það var eins og SA tækið aðeins bara á úthaldinu núna í restina. Já, þetta eru mjög ungi leikmenn hjá bindinum sem að eiga framtíðina fyrir sér. Og Viti tekur hann í spaðan á skautafélagi Akureyrar. Þeir fá gullmedalíu þetta árið. Simmi réttur hann stunguspaðan. Já, og svo er það fyrirliðinn Andri Már Mikaelsson sem að færa lyfta gulldollunni frægu sem að var í Grafarvoginum síðasta árið en verður kjört á Akureyri þetta árið. Og þá er komið að því. Viti er komið með dollurnar í hendunar. Frábær stuðningsstúka hérna, Gústi. Já, þetta er alveg frábært. Þetta verður ekki betra hjá neinu öðru liði held ég eins og stemningin er núna. Þetta er bara fullkomið. Og þetta var svo flottur leikur, það var forréttindi að fá að horfa á hann. Algjörlega. Þetta er besti leikur sem við séum eiginlega bara í mörg ár. Gústi minn, bara frá því að við spiluðum. Já, einmitt sko. Má segja það. En þá bíðum við einungis eftir því að bikarinn fá að fara á loft. Og nú vil við byrja fyrirliðinn Andri Már Mikaelsson. Hann tekur við bikarnum. Og Ljósi Ásmyndari er mættur til að mynda þegar hann tekur við honum. Hann er búinn að mynda söguna í gegnum tíðina. Captain Fantastic lyftir hér Íslandsmeistarar 2013 skautafélag Akureyrar. Við förum að ljúka þessu hérna úr skautahöllinu á Akureyri. Ég vil minna á það að Gústi tæknimaður, ef hann er á lífi, þá ætlar hann að reyna að sýna okkur frábært baráttumyndband sem að Guðmundur Hjalmarsson og félagar létu N4 gera fyrir sig í gær til að peppa stálinni í strákana. Og það er við hæfi að Queen syngi hérna fyrir strákana okkar. We are the champion. We are the champion þetta árið. Elvar Jónsteinsson og Ágúst Ásgrímsson, Gústi Bóndi. Þakka kærlega fyrir, það eru forréttindi að fá að lýsa þessum leik og horfa á hann. Já, ég þakka þér Elvar fyrir að taka þátt í þessu hérna með þér, það var bara gaman að Og eins og ég segi, munið eftir því þegar þið þurfið á þeim að halda að N4 sýndi alla leikina að norðan. Þeir eiga heiðurskilið, þetta er þvílíkt íþróttinni til framdráttar. Já, ég segi bara við landsmenn alla gleðilega páska og til hamingju skautafélag Akureyrar. Takk fyrir okkur og góða nótt. Góða nótt.
Der